Góðan daginn, ágætu vinir. Við erum komin saman til að hlusta eftir rödd Guðsins og í einskiptin og okkur finnst alltaf jafn mikið tilkoma vegna þess að ekki þreytust við nú á Guðs orði og ef við þreytust á Guðs orði þá hvað er þetta að gera í því? Þá er það kannski orðið vísbending að við séum orðin pínu þreytt á hverju. Það er heldur ekki auðvelt að svara því að það getur verið svo margt. Við kannski kennt öðru en kannski erum við svo litið bara pirruð inn í okkur sjálfum og það hefur á sér ýmsar birtingamyndir sem að við beinum í aðra átt en rétt væri. Hvaða átt er rétt? Oft er það nú bara sjálfið sem er rétt að beina spjótu sínum að. Því að ytri áhrif, hvernig hann ætlar að forðast þau. Þú getur það ekki, þú getur ekki ítt þeim öllum frá þér. Og Drottinn viðurkennir það sjálfur, hann segir, ef að til að taka þig út úr þessu öllu saman, þá er ég að fjarlægja þig af jörðinni. Og þannig er það nú ekki hjá honum, því að hvert og eitt okkar er ætlað ákveðið hlutverk, ákveðin tími, sem að Drottinn vill fá að nota sjálfum sér í hag fyrir jarðarbúa. Þannig að þú sérð að það er tilgangur með veru þinni í þessu jarðlífi. Já, við getum mæðst, það er rétt, því miður mæðust við. Og ég held, ef við farum út í þá sálmalla, við vitum ástæðuna. Við vitum að ástæðan er einhvað sem við erum að draga að okkur utanfrá. Það sem við erum að draga að okkur utanfrá er að öllum líkindum með einhverjum hætti merkt við syndina. Og þar sem hún kemst að er eitt víst að hún fer strax að vinna vinnuna sína sem er hvað? Jú, þreyta mig, þreyta þig. Þannig við erum með þetta allt í kringum okkur og við erum með meira. Við erum með lærdóminn vísan sem sýnir okkur þetta og kennir okkur á þetta og kennir okkur að varast þetta og hvernig megi vinna orði þegar því kemur. Þannig að ljóst er að maður sem er með þessa hluti í lagi á sér þreytist aldrei á orði Guðs. Það er ekki hægt. En hann þarf samt að glíma við allt þetta í sér. Bara rétt eins og ég, rétt eins og þú sem við öll þekkjum. Hvað segir þetta mér? Það sama og allar aðrar kynslóðir hafa fengið, allt frá fyrsta manni hafa fengið, tökum við leiðbeiningum lifandi Guðs. Og hvaða leiðbeiningar fekk Adam, já og þau saman, Adam og Eva, aðrar en af öllum trjánum í aldingarðinum megið þið eta, en ekki snerta tréð sem stendur í miðjum garði, þá munið þið vissulega deyja. En þetta vakti forvitni þeirra, merkilega forvitnina, og þau létu undan honum sem þar var. Og þetta er einn vandinn sem við erum að eiga. Og hvað gerðist? Samstundis lukust upp augu þeirra og þau vissu að nú myndu þau deyja. Voru þau hress og kát með það? Þau voru algjörlega í rúst af því. Og hvaða birtingamynd sjáum við það? Jú, í kvöldsvalanum höfðu Adam og Guð gengið og Adam hlakkaði til samfundana og engu minna en Drottni sjálfu. En þennan dag var hann upp á teiningnum.
Adam, hvar ertu? Adam, hvar ertu? Og það ber svar, sennilega síðir, hann hefur sennilega kallað nokkru sinnum. Ég faldi mig, sagði Adam, því að ég hræddur við þig. Veist, sjáðu breytinguna. Þeir gengu saman í kvöldsvalanum og báðum hlakkaði til samfundana. Drottinn mætti í kvöldsvalanum. Honum hlakkaði til samfundana, en mætir ekki lengur sömu viðburðum. Adam hlakkar ekki til þessara samfunda. Og stundum er þetta ástand hjá okkur að við erum gröm inn í okkur. Okkur finnst ég að Drottinn hafa brugðist okkur svo lítið. En vegna þess að við erum veiklunda vafið fólk, þá spyrjum okkur ekki spurningarinnar. Spurningarinnar og spurningana sem myndu hreinsa Drottinn af öllum ákjörum. Að því við viljum halda í það. Að því við viljum kenna einhverju en því sem er að gerast. Þetta er maðurinn. Þetta er fallinn maðurinn. Og mitt eðli er guðlegt eðli í dag, en ég hef fallið eðli. Sem sagt, ég get haldið mig frá þessu fallna eðli með því að deyja sjálfum mér. Og það er raun og veru val í hvers skipti sem að eitthvað það gerist hjá mér alveg svo þér, sem að vil fá mig til þess að lúta höfði og svona setja upp svip sem er ekki gleðisvipur, alveg svo Adam. Ég faldi mig því ég var hræddur við þig, að því ég er nakinn, bætir hann við. Og Drottinn spyr, hver hefur sagt að þú sett nakinn? Hann vildi fá svar frá honum, auðvitað vissi hann allt. Og þannig talar hann við okkur. Hann vil fá svar frá mér og svar frá þér. Hann geti spurt mig að því, Konráð, akkur ertu eitthvað beiskur út í mig? Ef að setjast niður og ræða það. En auðvitað vill ég ekki ræða það, því að ég veit að þaðan er ekkert að hafa þannig séð, þannig á hann hef ég enga ákæru. Hann geti spurt mig, býtu Konráð, en hvar stóð ég mig ekki? Ég vil bara vita það þegar ég vil bæta með þá. En ég hef ekkert svar. Þegar ég veit inn í hjarta mínu að þaðan er engar klögu, engar ákærur, þess að þá hann geti með engum hætti ákært, en ég er að því með sjálfum mér. Alveg svo Adam. Hann var hræddur við hann. Af hverju? Hvað olli því hann vakti að allt í hennu snerist hann í hugsun og hann hætti að hlakka eftir samfundum í kvöldsalanum sem þau bæði elskuðu. Nú var komin upp ný staða. Það hafði gerst eitthvað. Með öðrum orðum, það sem gerðist var að bæði völdu að óhlýðnast lifandi Guði. Og þetta hefur alltaf afleiðingar. Og það gerir það enn þann dag í dag. Afleiðingar. Með sömu viðbröðum okkar við reynum að klóra yfir mistökin. Við viljum ekki lengur eiga samfélag við lifandi Guð. Kannski erum við pínu hrædd við hann. Og við höfum margt inn í það. Drottinn er hinn sami í gær og í dag og verður aldir. Þannig að þú þarft ekki að vera hræddur við Guð. Og hann er að kenna þér sjálfan sig. Og hjarta staðfestir hvað hann er ákveðinn. Hann er meira að segja leyft þér að sjá það.
og þú tekur við þessu, og ef hann kemur með fingurinn sinn þá stoppar þú, ekki fyrir það að hann get ekki þolað það að heyra eitthvað frá þér. Hann veit að ásakanirnar, ef þær eru uppi, eru rangar, og rangar ásakanir út þinn munn tæra þig, þess að það segja hei, stoppa þig, og ég stoppa af því að ég er ekki hræddur við Guð, en ég verðan allir í virðingu, og fingur bendi frá honum stoppar mig, og ég veit auðvitað að ég var með sjálfa mig ekki á réttri leið. Já, vinir, við getum þakka Guði fyrir það að hann veit hvernig við erum, og að við skiljum betur hvers vegna hann býður fram kærleika sinn, elsku og trúfesti. Og hann segir mér að sýna sama út á við. Hann segir að kærleikurinn breiði við margar syndir. Hann er kærleikur, og hvern af okkur gæti hann ekki ef hann vildi ásaka. Hann geti ásakað okkur öll, en að því hann er kærleikur, hann er elska, hann tala með öðrum hætti, þá verður ekkert að því. Hann segir ákærandi bræðarana komið fróðufellandi til sín með bunga og ákærum á Konráð í Hafnarfirði, og hann þylur þetta allt upp hvað þetta sé óskaplega vondur maður. Svo kannski klikkir hann út með því, hann skilji ekki hversuna hann sé að breiða þetta yfir hann. Skulum segja að drottinn sé að gera eitthvað á skrifborðinu sínum, og hinn er búin að þylja upp alveg fróðufellandi bræði og ílsku. Svo horfir hann upp, ég veit bara ekkert hvað þú ert að tala. Þannig afgreiðir hann málið. Af hverju? Hann er búin að fyrirgefa, og orðið fyrirgefði í honum er algjört, hvað segir maður, afsal á öllum ákærum sem að hægt væri að klína á mig. Hann horfir því á hann, veitum við, hvað ert þú að tala? Ég hef ekki hugmynd það. Þetta er svo Guð sem ég þekki, þetta er svo Guð sem að ég veit hver er, en ég veit að fæstur af okkur erum þarna. Við hins vegar, að því við eigum trú, vildum sína meira réttlæti á okkur oft á tíðum. Við vildum það. En hver er reynslan? Reyndin? Kannski allt önnur. Og hvað segir þetta mér? Hvað undirstrikar þetta? En einu sinni þörf fyrir mig á að ganga veg drottins í dag, undir hans leiðsögn í dag, og hvika hvergi frá því. Einu tré megið ekki snerta þetta, þá munið þið deyja. Og þau fóru þangað. Forvitnin dróða til sín, og það kostaði þau allt. Það hefur kostað mannkinn allt til þessa dags. En uppreis Jesú, hann gaf niður kirkjuna, hann gaf niður starfið, og segir, hver sem tekur við mér er sýkn saka. Og það eru engin ákæru atriði á fólk frammi fyrir Guði, því hann horfir á ákærandabræðurina, hann er þarna, og segir, hvað er þetta að tala? Ég bara veit ekkert hvað þú ert að tala. Útskýrðu málið. Kannski kemur hann útskýringa. Þá gæti hann sagt, en ég er búin að fyrirgefa þessu fólki. Hvað er þá málið? Og honum verðst tunga tönn. Þessu getur hann ekki svarað. En þú,
Hvar þú? Ég veit það ekki. En ég veit bara að við öll þurfum á Jesú að halda, þurfum að vita kærleika hans og við okkur fyrirgefið. Sjáu þið ekki að þessu mikilvægi þess að þekkja Guð. Viti mikilvægi þess að vita eigin stöðu og hver mín staða. Mér fyrirgefið. Það mín staða. Sjáu þið ekki mikilvægi þess í þessum töluðum orðum að vita hvar maður stendur í Guði. Ég segi, ég hef hann með mér. Hann mun verja mig, vernda mig, tala með mér, gefa mér meðmæli. Þó hann væri svo eini, þá myndi hann gera það. Þó enginn vildi gefa mér meðmæli, þá myndi hann gera það. Og hvort vill ég? Meðmæli frá Guði sjálfum eða fólki. Ég, eins og þú, hefði ekkert á móti meðmælum frá fólki og ég veit að ég hef þau á mörgum stöðum. Það aukaatriði. Þau meðmæli hafa lítið sem ekkert að segja. En meðmælum frá Guði hafa allt að segja. Og veistu hvað? Meðmælum frá honum hleypa mér inn í ríki Guðs og ekkert annað. Og þetta veit ég. Ég því án afsökunar sé ég eitthvað að bomberta mig sjálf á mig hvað þetta varðar. Taka sensa að hann horfi í gegnum fingur sér vegna þess að ég er búin að vera svo frábær í þjónustunni hjá honum. Það ekkert það að ræða. Hér og nú sker úrum. Hvaða álit eða hvernig hann þannig sé lítur á þig því að ég geti valið að synga. Já, ég geti valið það. Og ég þekki Guð nógu mikið til þess að hann myndi ekki stoppa mig. Það hef ég séð 1.000.000 sinnum, að hann stoppar menn ekki. Og ég hef séð menn ganga inn í syndina og suma ekki komast út úr henni aftur nema liði lík. Hann stoppaði það ekki. Af því þegar ákvörðun er komin hjá manni að gera það sem er gegn vilja Guðs, þá var hann með bundnar hendur. Hann væri þó að taka fram í fyrir sín eigin orð ef hann ætti eitthvað við það. En hann hefur ráðinn í þetta. Hann dælir út kennslu, syngt og heilagt, vegna þess að hann veit mátt og megin kennsluna. Og þetta er ennþá í gildi. Við erum ennþá að kenna Guðs orð af því við vitum mátt og megin kennslunar. Daglegra kennslu, daglegra uppörfunar, daglegra bænar, daglegs lekstur í orði Guðs. Allt þetta þarf að vera uppi. Og þetta styður og styrkir það sem er líka mikilvægt, samfélagið. Þannig að þú sem ert að segja að þetta sé glötuð fyrirbrigði þessi samfélag, veist ekkert hvað þú ert að tala Og ég bið bara Drottinum að fyrirgefa þér þau ummæli, séu þau uppi. Samfélagið er mjög mikilvægt fyrir trú mína og þína og verður aldrei neitt nema mjög mikilvægt á trúargöngunni. Þannig ekki gera lítið úr samfélaginu. En nú er það svolítið þreyttur úr samfélagi. Það getur vel verið. Við vorum aðeins að rekja það áðan, orsökinu fyrir því. Þú hefur verið að soga einhvað að þér sem að er ekki frá Guði. Hvað með gömlu, húlu, ófallegu minningarna sem að skjótast upp. Og þú hefur enn þurft að glíma við lón og dón aftur og ítrekka. Við veitum að þær skrúa
allt bros og alla gleði úr þínu hjarta og þú að þreytir þig. Það þreytan versta. Það setur yfir þig dabran huga, þungan þanga. Ekki orð Guðs, ekki samfélagi, ekki neitt sem þú tengir við Guð, gerir það. Og hvaðan kemur þetta? Úr minningasjóðunum þínum, sem þú hefur, það geta auðvitað verið margar ástæði fyrir því að það þarna. Við erum full af einhverju sem við vildum ekki vera. Við erum ekki að vinna í þessum málum og leyfum þessu bara að koma, hvolfast yfir okkur og erum að glíma við þetta meira og minna alla okkar ævir og alla ævi, við munum aldrei losna við þetta. Það svona kannski sorgarfréttin í því máli. Og hvað segir þetta mér? Samúðan, orð Guðs skal verða þá eftir. Og ég skal halla mér að því. Ég skal gefa því gaum, vera undir orði Guðs. Og það skal vera minn styrkur. Hefur verið minn styrkur og verður áfram minn styrkur, því að styrkurinn þar, bæði fyrir mig og þig. Þaðan kemur afl til þess að velja það sem betra, það sem gott. Þaðan kemur afl til þess að gera það sem réttar, betra. Aftur komum við að annarri lykil stöðu, þessu mikilvæga að vita hvar maður standi í Guði. Ég hef oft sagt það, hef sjálfur margoft reynt það, að stundum hefur þið ekkert nema þetta. Þannig þú sér að þú þarft að eiga einhvað sem ekta, sem eitthvað sem þú getur haldið í, veifað og veifað í sannleika. Þetta ekki blekking. Það getur vel verið einhverjir blekkisi með þessu að þeir séast vita hvað þeir standi í Guði en eru svo að gera eitthvað á skjön við það sem Biblíuna. Hvaða merki það? Herðu vinur, þú bara að bulla. Það merki til þín það. Hvorki ég að þú viljum vera einhverjir sem bara bulla. Það. Það ekki eitthvað sem ætti nú að rjáttlast á okkur? Og hversu margir hafa líka ekki látið það að rjáttlast af sér. Okkur, þeir að fullorðnast í trúnni. Þeir ekki lengur börn í trúnni. Og þegar maður fullorðnast í trúnni, þá gerir maður einhvað sem Guðs að einhverju akkeri fyrir sig. Út úr þessu fæðist náttúrulega alveg heilmargt. Aha, já, merkilegur þessu söfnuðu Guðs, segjum við. Og við segjum meira, þetta staður sem hann ætlar mér að vera til að eiga samfélag trúara manna. En eins og ég hef oft sagt og stendið að samfélagi bara samansafn og misjaflega skemmtilegu fólki. Þannig að það ekki neitt Guð í sjálfum sér. En hvað? Þetta það sem hann hefur sett saman, því hann vill að sínir líkar sitt fólk geti átt eitthvað samfélag og við vitum alveg hvað samfélagi gerir. Stundum það með massífa kennslu. Og samfélag sem stendur undir nafni, ég veit að við gera það nú flest, þau eru með allavega eina stund í viku. Og hvað? Þú fer að elska þessar stundir og þær halda þér uppi á milli stunda, en þarf ekki að vera það eina sem þú hefur, því að þú ert með heimili og það Biblía og það alls konar. Svo í dag náttúrulega miklu meira til að góðu efni. Þú ert bæði með þetta í sjónvarpinu eða lítið í sjónvarpinu, það passa sér nú að vera ekki með neitt af því þessu. Netið fullt af þessu. YouTube fullt af þessu. Og margar kirkjur eru með náttúrulega, það eru kannski meira og minna allar á YouTube, en ef þú vildir
þá getur þú verið að horfa á þetta frá morgni til kvölds ef þú vildir og nefndir. Það er ekkert endilega það sem við ættum að gera. Ef maður er í þessu þá maður bara flatur upp í sófa eða í stól og bara fitnar og svo framvegis, það er ekkert líf. Hvað er lífið? Það er í hjartanu þínu og kemur fram í höndanu þínum eða talið þínu. Það er líf. Sem sagt, þú þarft að vera manneskja og manneskja er að gera eitthvað. Hún grætur ekki gaupnir sér. Horfir á símann. Það hringir enginn í mig. Mér er allir saman mig. Og svo hringir ykkur og þá er ekkert að púkurðu og skammir yfir því að hringir aldrei neitt. Það sjálfsögður hringir ekki þessi aftur. Sem sagt, þú barðir hann að þér. Það hringir aldrei neitt, það kemur aldrei neitt hingað. Það er þessu sem við þurfum að deyja. Og ef mér leiðist svona óskaplega og ég kvart undan því að hringi nú fáir í mig og það er nú reyndar sannleikur að hringja mjög fáir í mig. En það kemur fyrir og stundum kemur líka fyrir að ég taki upp stólið sem er mjög sjaldgæft og hringi bara til þess að heyra í einhverjum. Mér langar til þess að heyra í einhverjum. En ég er ekki maður sem það hringir enginn í mig, það kemur aldrei nokkur maður til mín. Eins og vorum að tala um það, svo hringir einhver og þú alveg hellir þig yfir, hann skammar hann eins og hund fyrir það að hringi aldrei í þig. Og hann náttúrulega búin að loka þeirri leið, hann mun ekki hringið aftur til þess að upplifa svona. Hann var alltaf meira að segja að tala við því í hressum tón og bara heyri þér að því hann hafði ekki heyrt í því lengi en fekk þessi viðbrögð. Það er ekki að vísa hann að róa. Og hvað ætli ég að gera í því? Ætla ég að horfa á til drottins og hvernig stoppaður ekki þetta? Hann er að kenna okkur leksíu. Það segir, láttu þetta eiga sig. Láttu þetta ekki hafa áhrif á þig. Hann segir, ég er eins sami. Já, heyrðu, já, drottin er eins sami. Já, ég man það núna, ég gleymdi á þann. Takk drottin. Og gleðinni komið tilbaka. Þetta högg sem þú fékkst frá manneskjunni sem hundskammaði fyrir að hringi aldrei en þú varst nú að því þá samt á stuðaði svo að bara grámiklan koldist yfir og þú kendi drottinum að hverju stoppaði ekki þetta drottin og hann gaf þér tilbaka gleðina og þú sagði bara takk. Hann elskar okkur. Hann veit hvernig við erum. Hann veit að við tökum sumt óstint upp. Og gleðin sem við ætluðum að veita varði ekki að gleði heldur öfug og bæði fóru alveg svoleiðis í rúllandi frá þessu. Kannski helst sá að svo sem þú hringdir í áfram í sínu rúllandi. En þú vegna þess að þú þekkir drottin og kannt orðið svolítið á hann að vísu stöðaði en þú endurheimtir aftur það sem reynt var frá þér í gegnum þetta símtal sem fór aðeins öðruvísi en þú átti von á. Þetta er allt í okkar hendi en við ráðum ekki viðbrögðu mannaða. Var það rangt af þér að hringja í manneskjuna? Aldeilis ekki. Það er aldrei rangt að hringja í mannesku með það í hjarta sér að gleðja. Gerðu það aftur. En kannski hefur þú lært leksíðina þeirna. Og hvað geruðu? Ef þú átt von á þessu þá biðurðu. Drottin, ég biði að ég ætla að hringja í hana þarna. Já, hún var alveg ræðilega síðast maður. Mildaði hjartað hennar. Og drottin er kannski, hann er nú góður og hann segir, já, býtaðist með að ringja og svo býður aftur eftir viku já, hann lít allt miklu bjartar á og ringir heill og blessaður, ég var einmitt að hugsa til hann mikið er gaman að heyra í þér kemur þá, allt er orðið breytt og þú lóttulega verður alveg kjaft stopp
og átt erfitt með að halda áfram í samtali því þú varst ekki búin að undirbúa neitt samtal því þú áttir vona bara öðrum annari hörku sem kom ekki og það er svona að byrja stillt samtal og svo liðkast málbennið og svo allt bara allt komið á stað og allt orðið breytt hérna. Þetta samt auka atriði en viss lærdómur á að þrauka sína þrautsig. Ég þarf að sína þrautsig, síni hana. Já, maður hefur nú lært ýmislegt í þessu lífi, ég hafa verið nú að viðurkenna, og gerir það nú oft. Og í dag vegna þess að ég á Guð sem að heldur mig bara á lofti. Þannig líða dagarnir. Og tala við þig í gegnum mín yndislegu tæki og ég dæli þess út á netið, yndislegt netið, eitt mesta og merkilegasta uppfinning sem mannkinn hefur fundið upp, það er þetta net. Sumir sjá ekki að svora þar. En það er ekki mitt að velja fyrir menn hvað þeir sjá. En ég hins vegar sé margt gott þar og ég veit að það er margt gott en ég veit allt hitt sem er ekki gott. Af hverju? Það segir sér alveg sjálft. Heimurinn er eins og hann er. Við erum í þessum heimi en við erum ekki af honum. Þannig að við erum ekki að leita eftir þessu. Ef við erum að leita einhverju þá erum við bara að leita einhverju uppbyggilegu efni og kvikmyndir, ég horfi stundum á kvikmyndir, reyndar horfi ég nú ekki á neitt nema kvikmyndir svona á netinu. Þú getur fundið alveg flottar kvikmyndir, það er ekkert með það. Það er nóg til að efni, ef þú vilt fræðast líka, þá ertu nú aldeilis með á YouTube. Sumir eru í sögunni, ég er nú svona gaman að sögunni og það er nú aldeilis flott efni þar til að gramsa í sögunni. Ég er gaman að ég horfa á svona gamlar sjóaramyndir. Þær eru nú aldeilis í kippum þar. Þannig það er að velja sér gott efni. Og stundur langar mér til þess að horfa á stóra predikar eins og hvað heitir hann aftur þarna Amerikani, ég man ekki hvernig, skiptir ekki máli, hann var Omega og er kannski ennþá Omega en hann talar alltaf jafn skemmtilega til mín og fleiri. Þannig ég hef úr þessu að velja. En þú munt aldrei rekja neitt til mín inn á þessa klámsíðu, ég get ég lofað þér. Og mér leiðist allar kvikmyndir sem hafa að bera kynlífsatriði. Og þess vegna er gott að horfa á þær, það getur verið góð mynd, nema ef þetta kemur þú bara hraðspólar yfir það og ég geri það nú. Þegar sitt hvora megin við hennar skít er kannski fínasta efni, en það er eyðilagt með þessu, segi ég. Og það finnst mér ekki skemmtilegt. Sjáu ekki hvernig við getum valið. Sjáu ekki hvernig við getum tekið afstöðu með því sem er betra. Hvað erum við að næra í okkur sjálfum ef við erum að mæna of mikið á kynlífsatriði? Gindina í okkur sjálfum. Við erum að mæra hana. Hvað erum við að næra þegar við erum að horfa á gott og vandað kristilegt efni? Trúar hjartað okkar. Aftur sjáum við að við erum að velja. Heimur liggur í hennum vonda. Hvaðan eru þessi kynlífsatriði? Frá hennum vonda. Það er alveg eðlilegt í mannlegum samskiptum. En þá ekki að gera það af féþúð. En það hefur verið gert. Það er frá hennum vonda. Til að þú viti það. Þú sér náttúrulega ekkert athugavert við þetta. Ég finnst ekkert að því að þó þetta er gert. En þá segi ég það að það er ekkert allir sammála þessu. Ég er ekki sammála því. Ekki svo að skilja að ég sé neitt að mæða mig yfir því, því ég veit að ég ræði engu um það. Að ég veit ég ræði engu um það sem aðrir eru að gera.
Þetta eitt af því sem ég myndi aldrei gera. Opinberlega frammi fyrir myndavél eða neitt slíkt. Og ef ég einhvern tímann á eftir að fá, ég er búinn að skrifa 3 bækur, maður veit aldrei hvað gerist. Einhver að beðinu það að þetta er nú kannski kvikmyndað. Ég er nú þetta bara að tala upp á, hugsa upp á. Þá myndi ég taka það skýrt fram, ef ég samþykkti það, það ekkert slíkt haft í henni, ekki neitt. Og ef mann getur ekki samþykkt það, þá bara því miður verður ekki þessu. Við verðum líka að standa vörð allt sem við erum að gera. Því að ef heimurinn er eitthvað grúski í þessu, segjum það. Þá næsta víst, hann mun klessa eitthvað á honum í það. Af hverju? Það er nefnilega selur. Þetta heyrði ég sjálfur af vörum kvikmyndagerðarmanns. Hann sagði í mín eyru að framvegis mun hann aldrei gera kvikmynd nema eitthvað svona kynlífsatriði sé með. Og hann útskýrði það því að fólk kemur til þess að sjá það. En ég segi, ég myndi sleppa því samt. Því að ég vildi gera góða kvikmynd. En ég segi, þetta atriði mun eyðileggja hana, eins og allar aðra kvikmyndir. Af hverju er ég að tala þetta? Kannski til þess að varpa því út á hafið, út á fljótið. Og trúa því að það skili sér með þeim árangri að allavega einhverjir kannski munu klippa á þetta. Það mun ekki skemma myndina neitt. Það mun bæta myndina. Bestu myndirnar þú horfir á kvikmyndir, ég horfi dálítið á kvikmyndir, það eru myndir sem eru ekki með neinu svona. Ég horfi ekki á neitt. Ég horfi ekki á myndir með þessu í. Ég vel myndir sem eru ekki með þetta í og ég er ofta að horfa á mjög flottar myndir. Bíómyndir. Eftir bara, vantrúaða mann þannig séð. Því að flestir af þeim sem eru í þessum staði eru nú vantrúað fólk. Ég segi ég veit náttúrulega ekki hvað menn standa í trúnni, það getur vel verið að annar hver kvikmyndaleikstjóri sé trúaður en svona á þess að hann sé neitt að opinbera það. Og það þarf ekkert að opinbera það mínu vegna en það verið samt gaman að vita það því að ég er alveg tilbúin til þess að meðtaka það. Það gleður náttúrulega manns hjarta. Þess vegna erum við nú að gera það sem við erum að gera. Það er okkar skyld að tala inn í samfélagið þar sem betur má fara. Að veikja samfélagið með einhverju óefni, veikir samfélagið. Sjáðu sjónvarpið. Það er allir verið einhver fyrir sjónvarpinu. Horfðu á þessa myndir. Hver er aðalgægin þar? Maðurinn með byssuna. Maður sem lemur til óbóta vondakallinn. Maður sem drepur vondakallinn. Og við gleðjumstum í hjarta okkur yfir því að svona er farið með þetta kveikindi, eins og við segjum. Heimilin eru full af þessu. Og hver ræður því? Hver stjórnar heimilinu? Þú sem leiðir heimilið stjórnar því leið. Þannig þú ræður hvað fólk er að horfa á. Ég ræður, þú náttúrulega ræður engu þar því það hver með sitt sjónvarpann myndi og bara snúa bakið og fara inn í sitt herbergi og horfa á ruslið sitt inn í sínu herbergi. Þetta er bara tíma sem við lifum á. Sem segir okkur það að það er aldrei sem nú þörf á að boða Krist, krossfestan og uppreisn. Aldrei sem fyrr er það núna. En Drottinn lætur ekkert að þess að ræða. Hann er enn hinn sami. Ég er hinn sami í gær og í dag og ég verð aldir. Það verður ekkert breyst. Þannig að við getum alveg staðið á því sem hann hefur sagt. Og við getum ennþá bent honum á eitthvað orðið Guð sagt. Þú lofast þessu. Og ég trúi að þetta verði betra en það var. Þetta er það sem trúin er að bjóða mér.
Og þetta vil ég tala hvetja mig sjálfan með og þig með mér. Ég ætla aldrei að láta taka þetta frá mér. Og það veit ég að þú munt ekki gera heldur, sem átt sama og ég, í Jesú nafni. Skulum segja þetta gott í dag og Konráð Rúnar Friðfinnsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.